En þá göngum við til dagskrárinnar eins og hann liggur fyrir og fyrsti liður númer 1.1 að 39. fundur hreppsráðs var á 29. nóvember í 8 liðum. Orðið er laust. Það er einn fyrirspurn. Þessi fundargerð, hún er ekki í fundargögnum. Ég sé það ekki til það. Það hefur eitthvað farist á milli. Ég sé ekki þessa fundargerð, þannig að hún er nú eiginlega ekki tækt til afgreiðslu hér. Nei, þá var bara að fresta þessu. Formaður hreppsráðs, er eitthvað í þessari fundargerð sem er óhjákvæmilegt að taka fyrir, en var þetta? Það man ég ekki. Það þarf verið fjárhagsáætlun að vinna, mest þetta. Snýst fyrst og fremst fjárhagsáætlun að vinna og Ég get fundið hana. Ég þoli alveg bið, en þetta væri eðlilegast og best að renna í gegn þrátt fyrir þetta ef að fundurinn er sáttur við það, en það er ekkert í henni umdeilt eða það var ákaflega vel á með okkur á þessum ráðsfundi held ég. En auðvitað er þá að gera það með leyfi fundarins. Hvað segja fundarmenn um það eða þá hugmynd hafið öll fengið þessa fundargerð? Hún var sett í Dropbox á 39. Hún er hérna komin upp á skjám. Við finnum að gera svo. Já, hún er náttúrulega bara inn á netinu og hérna, þannig að við erum náttúrulega búin að renna yfir hana, allavega ég er persónulega búin að renna yfir hana aftur og satt náttúrulega á fundin, þannig að fyrir mitt leyti get ég alveg samþykkt að hún verði tekin með hér. Og aðeins að renna yfir. Það er þarna fjórða liðnum, þar sem komið efnisliði til afgreiðslu. Meistaraflokkur KFR eða beðnum fjárstyrk, sem að hreppsráðs er ekki fært að vera við. Og 2, það var frá heilbrigðisstofnuninni og það var bent á áskort með verulegum afslætti í sund- og líkamsrækt. Og svo var þarna frá samtökum 78, Securitas, Snorraverkefni, þar var ekki talið fært að vera við því. Svo var þarna annað efni til kynningar, en það er þarna frá Merkikóli eða erindi frá Jóhann Oddsdóttur og Addi Ármanni Pálssyni, beiðni makaskipti, þar sem að hreppsráðs á sér ekki fært að verða við erindi bréfritara. Og svona er með því prinsippi að sveitarfélagið er ekki að kaupa lóðir, er ekki að sækjast eftir lóðum. Það var þarna frá Mannvirkjastofnun sem vísa til byggingafulltrúa til skoðunar. Vinnueftirliti, þar er nokkuð mikilvægt erindi sem að þarf að vinna. Og sveitarstjóra og forstöðumann Eignumsjónum var falið að vinna í því máli. Annað var ekki á þessum fundi sérstakt. En hvað segið þið? Samþykkið þið að afgreiða þessa fundargerð? Já. Þá ber ég hana bara eins og hún liggur fyrir. Þeir sem geta samþykkt staðfest þessa fundargerð gjörsamlega tíðanvert. Hún er samþykkt samhljóða.